Þá hefst borgarstjórnarfundur þriðjudaginn 21. febrúar 2017 kl. 14:03. Fyrsti liður á dagskrá umræða samgöngur og malbikunarframkvæmdir í Reykjavík og fyrstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fór bara rétt í þessu áður en ég gekk hér upp að hugsa þetta orð samgöngur. Það er dálítið fallegt orð. Skylt orðinu samfélag. Það er eitthvað, snýst það einhvern veginn að það er eitthvað sem er saman, við erum saman, fólk er saman. Ég held að það hafi verið þannig í bókinu Palli var einn í heiminum og þá höfðum samgöngur engan tilgang. Að geta keyrt brunabíl eða flogið flugvél af því að var enginn til að fara til. Þannig að samgöngur er í þeim skilningi eitthvað orð sem er náskylt samfélagi. Og það má kannski taka undir orð formanns bandarískra félags skipulagsfræðinga Mitchell Silver sem hann sagði á ráðstefnu 2013 sem sum okkar fóru á í Chicago að hlutverk samgangna og samgangnakerfi væri ekki að koma sem flestum farartækjum á milli staða, heldur að koma fólki, sem flestu fólki og sem greiðastan hátt á milli staða og vörum. Og en þetta hefur verið með ýmsum hætti í gegnum áratugirnar og aldirnar og til að fara örstutt yfir söguna að þá ríkti hér, við getum sagt, svona blandað samgöngukerfi. Það er í dag kallað shared space í öllum borgum, alveg svona til 1900 og framundir miðja 20. öld þegar hið móderníska skipulag tók við. En það fólst í því að öllu samgöngukerfinu og öllu gatnakerfinu í borginni var skipt upp í flokka eftir funksjónum, eins og borginni var skipt upp í svæði eftir funksjónum. Það er að segja, það voru ákveðin íbúðarsvæði sem voru aðskilin frá atvinnusvæðum, þau voru aðskilin frá þjónustusvæðum. Þannig að það var þá sífellt lengri og lengri leið milli svefnstaðar og vinnustaðar og svo framvegis. Og þetta varð að einhvers konar lögmáli í skipulagi borga alveg frá, við getum sagt 1950 og alveg fram undir 2000. Og til að meta samgöngu þörf var beitt svokölluðum umferðarspám sem byggði á líkani sem hefur verið kallað predict and provide, það er að segja spá fyrir og fullnægja svo því sem var búið að spá fyrir. Það er að segja bílaumferð hafði aukist einhver 50% eða 100% síðastliðin 15 ár og þá gáfu menn sér það að hún hlyti að aukast jafn mikið næstu 15 ár. Á þessum forsendum voru öll aðalskipulag unnin og líka svæðisskipulag og síðast svæðisskipulagið sem að gilti frá 2001 til 2024 hér í Reykjavík. En þessi aðferð fól í rauninni það í sér að það væri engin valkostur. Það væri aðeins einn möguleiki í stöðunni og hann væri að eftir því sem að fólkinu fjölgaði þá hlyti bílaumferðin að verða meiri og meiri og hún hlyti að verða ríkjandi samgöngumáti. En strax árið í kringum 70 þá bentu nokkur Íslendingar á það meðal annars Ingólfur Helgason sem var ungur arkitekt þá og hefur reyndar búið mest alla sína tíð í Skotlandi þar sem hann starfar sem arkitekt og kennari. Hann bendir á það í blaðaviðtali 69 eða 70 minnir mig að þessi aðferð að hún feli í sér í rauninni status quo, að ekkert muni breytast, annað en það bara að fólkinu fjölgi og bílunum fjölgar.
og það má kannski segja það að vegna þess að allt þetta skipulag var gert í nafni framfara og nútíma, þetta móderníska skipulag og funksjóna, en það kom síðar í ljós að langar umferðarteppur þegar fólk bíður jafnvel tímanum saman ef það tekið tíminn yfir 1 mánuð eða árið í umferðartöppum kvölds og morgna, þá ber það á stofnbrautum sem voru hannaðar sérstaklega til að anna sem mestri bílaumferð, þá ber það eiginlega ekki vott sérstaklega miklar framfarir, heldur eiginlega frekar afturfarir. Þetta einfallega það að vegakerfið, þó það hafi verið hannað fyrir gríðarlega mikla umferð, annar ekki lengur þeirri umferð sem spáð fyrir að muni komast. Auk allra hinna þáttanna, loftslagsmálana, mengunarinnar, hávaðans og ég tala ekki hættunar, hefur orðið til þess að mjög víða hafa menn breytt aðferð, skipulagsyfirvöld, verkfræðistofur, og það á við hér skipulagsvinnu hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, því að baki og grundvöllur nýsvæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015–2040 og aðalskipulags Reykjavíkur 2010–2030 liggur einmitt sú grundvallar hugmynd að það eru valkostir. Og vinnan sem á bak þetta liggur í því að það voru búnir til sviðsmyndir. Valkostur 1, valkostur B, valkostur C. Það laut bæði að því hvernig skipulagi byggðarinnar ætti að vera háttað, hvort það ætti að halda áfram í útþenslu byggðarinnar eða þétta byggðina og þá þéttana hve mikið. Sama gilti mjög nákvæma og mjög ítarlega úttekt á umferðinni sem að fylgdi þá í rauninni þessum sviðsmyndum. Hvað þýðir það ef að byggðin heldur áfram, það óbreytt ástand, óbreyttir ferðamátar, óbreytt útþenslustefna ef svo má orðið komast. Hvað þýðir það í kostnaði, hvað þýðir það í tíma fyrir fólk sem þarf að komast milli staða, hvað þýðir það varðandi umhverfi, mengun og svo framvegis. Og hvað þýðir það ef það farin önnur leið og byggðin þétt 50%, 70%, 90%. Allt þetta allir þessir valkostur voru vegnir og metnir, allir settir í umhverfismat, hagrænt mat, samfélagsmat og svo framvegis, og úr því kom ákveðin niðurstaða, nefnilega svo, sem að skilaði sér í samþykktu aðalskipulagi og svæðisskipulagi, að það bæri að þétta byggðina og það bæri að stefna því að breyta ferðamátum. Og það voru settir töluleg markmið. Í Reykjavík talað að til ársins 2030 eigi hlutfall ferða sem eru farnar í borginni að fara úr 75% sem það var 2010 niður í 58% á bílum. Og þá hlutfall þeirra ferða sem eru farnar með strætó, sem eru farnir fótgangandi eða hjólandi hækki þá samanlagt úr cirka 30% í 42%. Þetta þýðir í raun að árið 2030, ef þetta næst, og þetta næst vonandi, af því að eins og við höfum bent á áður held í þessum sal, þá eru þessi markmiðssetning, þessi tölulega markmiðssetning breytingu og ferðamátum, þannig til dæmis staða núna í borginni Þrándheim í Noregi, sem álíka norðarlega og Reykjavík og álíka mikið af allskyns veðri þar og hér. Þeir eru komnir í þetta hlutfall ferðamáta. Árið 2030 ætla þeir að vera komin miklu lengra í að efla það sem við getum kallað vistvæna ferðamáta. Það voru kannski komið 50%. En þetta þýðir enga síður að árið 2030 að þá verður Reykjavík því miður, líkum ég við að segja, tiltölulega mikil bílaborg, 58% allra ferða farnar á bíl. Það þýðir það að allir þeir sem bara geta alls ekki hugsað sér nema að fara á milli staða nema á bíl, þeir muni gera það og þeir muni geta það, og allir þeir sem geta ekki annað en farið á bíl, þeir muni geta það. En þetta þýðir umfram allt valkost. Þeir sem geta hugsað sér, þeir sem vilja, þá sem langar til þess að fara með öðrum ferðamátum, þeir muni fá möguleika til þess.
Og nákvæmlega sömu aðferð var beitt í svæðisskipulaginu og ég að vekja athygli á því að það verða ákveðin svona tímamót, ekkert endilega árið 2010 eða 2015, heldur þetta svona fer að síast inn upp úr 1990, 2000, að óbreytt ástand, óbreyttir ferðamátar, óbreytt þróun byggðarinnar, hún getur ekki haldið áfram að vera eins og hún hefur verið síðastliðin 30 ár. Með öðrum orðum, við getum ekki reiknað út framtíðan út frá því að hún öll þróun hljóti að vera nákvæmlega eins og hún var síðustu 30 árin. Þetta kom sérstaklega skýrt fram í skýrslum sem voru gerðar í sambandi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins þegar var skoðað hversu mikið fólkin hefði fjölgað frá 1987 til 2012 og það að segja 30 árum og hversu mikið þessi fjölgun, hún var 70.000 manns, hvað þessi 70.000 manns hefðu þó fengið stórt landsvæði í jaðri byggðarinnar og hver umferð eða bílaumferðin jókst mikið og það skemmst frá því að segja að landið sem fór undir nýja byggð og bílaumferðin jókst margfalt á við það sem að fólksfjölgunina. Og auðvitað það þannig og við þekkjum það líka frá vinum okkur í Kópavogi, þeir eru einfaldlega búnir með sitt land, þeir komast ekki lengra, þeir eru komnir að vatnsverndarsvæðum og þess vegna eru þeir núna farnir að taka upp þá stefnu í nokkuð drjúgum mæli að þétta byggðina. Þeir eru að byggja 620 eða byrja á að byggja 620 íbúð fyrir sunnan Smáralind, einnig á Kársnesinu og svo framvegis og allt verður þetta til að stytta vegalengdir. Sum sé breyttar aðferðir, breyttar áherslur, vitund það að það eru valkostir, þetta ekki náttúrulögmál eins og verið, heldur við stjórnum þessu. Það hefur líka kannski gerst sem langar að koma inn á það vegna þess að mér langar að vitna þess í fund sem væri á Kjarvalsstöðum í síðustu viku og fundurinn var undir yfirskriftinni Borg hins fótgangandi vegfarenda og það var mjög fróðlegt af því að það að vera fótgangandi vegfarendur eru líka samgöngur. Mér minnir að 19% Reykvíkinga fari fótgangandi á milli staða og það eru náttúrulega þeir sem að búa tiltölulega skammt frá sínu vinnustaði eða skóla eða hvernig sem það reiknað. Þannig að það var mjög forvitnilegur fundur og mikil áhersla lögð á það að borgin yrði að vera aðlaðandi og örugg fyrir fótgangandi vegfarendur og ég þarf kannski ekki að taka það fram að þar kom fram mikið ákall það að umferðarhraðin eða hámarkshraði bílaumferðarinnar í borginni, sérstaklega hér vestan Kringlumýrarbrautar, þar sem komið inn í tiltölulega þétt miðborgarhverfi, yrði lækkaður og þessi lækkun umferðarhraða, hún á sér náttúrulega langa sögu. Ég held að innleiðing 30 km hverfa svokallaðra hafi hafist hér upp úr 1990 og það voru frumkvöðlar og duglegt fólk í Vesturbænum sem hófu þá baráttu ef ég veit þetta rétt og þekki þessa sögu rétt. Katrín Fjellsteð hvíslar forseti að mér og hún bara á mikið hrós skilið fyrir það og ég hef verið fleiri nöfn. En allavega bara svona það alltaf í allavega að vita það, þú veist hvaða skoðun sem eru á því að þetta mætti mikilli andstöðu. Það voru fullyrðingar í fjölmiðlum og hér og þar þetta myndi hafa mjög neikvæð áhrif. Auðvitað er tómt bull. Það er talið að innleiðing 30 km hverfana hafi bjargað fjölmörgum mannslífum. Ég hef rakið áður hér í ræðupúlti að banaslysum og gangandi vegfarendum í borgin hefur fækkað verulega. Og eitt af því sem hefur orðið til þess að fækka þeim einfaldlega að umferðarhraðinn var lækkaður. Ég ætla ekki að fara svo sem nánar út í því að það er eitt af því sem að mínum mati þarf að gera til að umferðin sé eðlileg, af því umferðin má einmitt ekki snúast bara bílana, hún þarf að snúast þá sem eru fótgangandi, þá sem að þurfa að komast yfir götur, þvera götur,
Þá sem að fara með strætó og nota bene, það kom fram á sem maður geta fundið að þeir sem nota strætó og þeir eru fótgangandi vegfarendur af því að þeir þurfa alltaf að ganga á strætóstöðina og frá strætóstöðina á áfangastað. Þeir eru að þvera götur þannig að öryggi gangandi vegfarenda er líka mjög mikilvægt til þess að gera sem sagt almenningssamgöngur meira aðlaðandi sem við þurfum að gera. Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga að sem sagt gera öllum fararmátum, öllum ferðamátum jafnt undir höfði og raunar eru til margir mælikvarðar á það í Svíþjóð þar sem sagt yfirvöld hafa náð mjög miklum árangri í fækkun banaslysa. Þau hafa náð líka miklum árangri í því að endur skapa hið móderníska gatnakerfi þannig að það verði svona mannvænt gatnakerfi. Þau hafa sett fram svokallaðan píramída, umferðarpíramída eða samgöngupíramída sem skal unnið eftir í öllum áætlunum og þannig að þeir samgöngumátar sem að nýta plássið í borginni best þeir skulu fá mestan forgang og þeir sem að nýta hann verst að þeir eru á botni píramídans. Allir eru með í píramídanum og það efst í píramídanum hjá Svíum eru fótgangandi vegfarendur. Síðan eru þeir sem eru á hjólum, síðan eru þeir sem fara með strætó og á botnunum eru þeir sem fara á bílum. Þetta er svo píramída þetta er það skapalón sem er unnið eftir núna í Svíþjóð. Enn eitt dæmi þessi viðhorfsskipti sem hafa orðið á síðastliðin 20 árum það hvernig samgöngur í borginni eru skipulagðar, hvernig fyrirkomulagið haft á þeim. Nú hvað okkur sem sagt, ef við svo ég ljúki þessu með því að nefna þið verkefni sem að ég álít mikilvægust. Ég álít mikilvægt að ná einhverjum árangri því að lækka hér umferðarhraða. Við þekkjum það að nánast bænarskjöl frá íbúum sem að búa við Hringbraut og við Miklubraut 2 eða 3 áratugi að lækka umferðarhraðan og það væri vægast sagt undarlegt ef að borgaryfirvöld myndi algjörlega hunsa það. En það sem er svona áríðandi akkúrat núna að mínu mati að efla almenningssamgöngur, efla strætó og það held ég einna best gert, við heyrum það kannski meira það hér frá stjórnarformanni strætó, með forgangsreinum og að því að það er ótækt eins og heyrst ef að strætó fullur af fólki situr fastur í bílaumferðinni. Ef það eru forgangsreinar þá kemst hann fram úr bílaumferðinni og til þessi eru einmitt forgangsreinarnar. Og það eru verkefni forgangsreinaverkefni sem fara til framkvæmdar í sumar við Kringlumýrarbraut og Miklubraut. Og þeim fylgir í allavega 3 tilvikum líka aðgerðir til þess að draga úr hljóðmengun fyrir nálæga byggð. Að því að þetta stóra bílagatnakerfi það sem sagt hafði mjög neikvæð áhrif, það hafði náttúrulega því leyti góð áhrif að bílarnir komust hratt en síðan enduðu þeir allir í einni kös snemma á morgnana og síðdegis en sem sagt það verið þessi hávaði og þess vegna neyðast borgaryfirvöld til þess að byggja hljóðmanir eða veggi á ákveðnum stöðum og það verður farið í það við Kringlumýrarbraut og Rauðagerði og Miklubraut. Annað mjög stórt verkefni, ég ætti nú að minnast á hjólaáætlunina, það er mjög metnaðarfull hjólaáætlun í gangi. Það gert ráð fyrir því og það búið að samþykkja það að það verði tekinn sérstakur aðgreindur stígur í Elliðaárdalnum undir hjólreiðar. Áfram verður unnið að hjólreiðastíg við Bústaðaveg og víðar í borginni þannig að þetta stöðug framvinda
og ég held það á endanum verði Reykjavík orðin frábær borg fyrir þá sem vilja fara á milli á hjólum. En ég ætla að koma inn á það að lokum og það þetta verkefni sem eru kallað borgarlína, hágæða samgöngukerfi, það búið að leggja heilmikla vinnu í það og að því að ég siti í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins að þá rétt að greina frá því að danska ráðgjafarskrifstofa eða ráðgjafastofan COVI sem hefur verið ráðin til ráðgjafir í sambandi við þetta verkefni var með svona áfangaskýrslu eða skilu áfangaskýrslu í núna í síðustu viku eða þar síðustu viku og það lofar allt saman mjög góðu. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru sammála mikilvægi þessa verkefnis og öll sveitarfélögin eru sammála það að hversu mikilvægt það að skipulag sveitarfélagana fylgi eftir með þéttingu byggðarinnar við þessa nýju og öflugu samgöngu ása. En ég sé að forseti fer að munda hamarinn þannig að áður en hann reiðir hann mjög hátt til höggs þá ætla ég að láta þessu lokið í bili. Það var að tala mjög lengi þetta. Ég veit að aðrir muni gera það allavega takti máls þannig að það verður forvitnilegt að heyri þeim. En ég læt máli mínu lokið í bili. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég ætlaði að fá að segja ykkur aðeins frá almenningssamgöngum út frá Strætó, þar sem ég stjórnarformaður Strætó og hefur verið að skoða þau mál og vinna með þeim undanfarna mánuði. Við erum auðvitað svona alltaf að tala að þétta byggð og auka hagkvæmni í rekstri og það má segja að almenningssamgöngur þá erum við að þétta samgöngur, við erum að koma fleira fólki á milli staða og vonandi í framtíðina með fljótlegri hætti en við erum að gera í dag. Okkur sem erum í stjórn Strætó núna, okkur hefur verið umhugað það að almenningssamgöngur séu fyrir alla, að allir séu velkomnir í almenningssamgöngur og að öllum finnist þeir eiga Strætó. Að Strætó sé einhvern veginn bíllinn sem að allir eiga. Og eins og þið hafið kannski séð í nýrri markaðsherferð Strætó þá erum við að reyna að sýna fram á það. Það er mjög fjölbreyttur hópur sem nota Strætó og það eru mjög margir sem nota Strætó. En framtíðarsýnin okkar byggist einmitt á því að viðskiptavinirnir eða íbúarnir á höfuðborgarsvæðinu velji Strætó til þess að fara á milli staða umfram aðra kosti og höfum þá því verið að lyfta því upp að þetta í rauninni hagkvæmari kostur, þetta umhverfisvænni kostur og þetta stundum jafnvel fljótlegri kostur þó í flestum tilfellum séðan það ekki ennþá. En þar kemur vonandi sterkt inn borgarlínan sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson menntist hér á áðan sem verið að vinna að á vettvangi SSA og ég held að geti breytt forsendum almenningssamgangna gríðarlega á höfuðborgarsvæðinu. En okkur sem erum að reka Strætó settar eitthvað skýrar skorður með það við fáum ákveðin fjárhagsramma og reynum út frá honum að skipuleggja samgöngurnar þannig að þær nýtist sem flestum sem þýðir það að það eru ekki fullkomnar almenningssamgöngur fyrir alla íbúa alls staðar á höfuðborgarsvæðinu en lögður áhersla á að þær séu sem bestar þar sem flestir eru á ferð og við höfum eins og þið þekkið sett vinsælustu línuna á 10 mínútna tíðni og það eitthvað sem okkur langar mjög mikið til þess að sjá í framtíðinni að fleiri línur fara á svona meiri tíðni, að verði 10 mínútur jafnvel minna á milli og við höfum meira að vera að reikna út hvort að við gætum farið með línu 1 á 7 mínútna tíðni þar sem að hún ennþá full og við þurfum ennþá að skilja eftir fólk stundum á 10 mínútna tíðni og það ennþá stundum að fara aukavagnar og það frábært og við gleðumst yfir því. Markmiðið eins og markmið svæðisskipulagsins að undir lok þess tíma sem það gildir að þá
verði 12% ferða farnar í almenningssamgöngum. Í samningnum sem við gerðum við ríkið, sem gildir til 2022, var talað um 8%. Við sjáum aukningu milli ára, okkur sýnist að aukningin milli 2015 og 16 sé 6%. Þannig að þetta gengur hægt, en þetta gengur samt og við munum bara halda áfram að vinna því. Við höfum beðið svolítið eftir því að sjá hvar borgarlínan muni liggja, þannig að við getum nú þegar byrjað að hanna strætókerfi að því. Það er ekki mjög gott að breyta strætóleiðum ört, við reynum að gera það sjaldan. Þannig að leið og það verður komið, ég veit ekki hvort það verður þessi ári, ég byrju næsta árs, þegar legan verður komin, þá munum við vilja byrja á því að reyna að hanna leiðir strætó þannig að það falli að fyrirhugaðri borgarlínu. Hugsanlega verður sniðugt að byrja á því að bara láta vagna keyra þær leiðir sem að síðar borgarlínan mun keyra. Þannig að við höfum séð fyrir okkur og fengum í rauninni þá ráðgjöf að það væri heppilegt að byrja bara hægt og rólega aðlaga leiðakerfið að þeirri framtíðarsýn. Og við erum auðvitað alltaf að aðlaga leiðakerfið og það er alltaf verið að bæta og breyta þar. Og við vitum að á flestum leiðum eru farþegar 60%, 60-70% lengur með strætó en einkabíl, en við erum alltaf að reyna að laga þetta og það sem að gæti breytt mjög miklu þar eru forgangsreinar og frekari forgangsstýringar og þar er verið að vinna mikið, sérstaklega í Reykjavík núna og eins og formaður skipulagsráðs kom inn á áðan. Við erum að sjá núna 2 nýjar forgangsreinar á fjölsóttum gatnamótum sem geta breytt miklu og geta minnkað þennan mun. Og geta þá jafnvel unnið bara á móti því að við lækkum umferðarhraðann að þá verði engin töf á strætó þrátt fyrir það, ef það verður ákveðið. Það er líka mjög mikilvægt að strætó vinni með vegagerðinni og við höfum verið í samstarfi við þau. Okkur langar mikið að sjá líka forgangsakreinar á vegagerðar, á vegum sem að vegagerðin heldur utanum, en okkur langar líka mikið að fá stoppistöðar á nokkrum af þeim vegum og það hefur verið svolítið flókið. Og þá þýðir það stundum að strætóin þarf að taka stóran hring inn í hverfi sem að væri hægt að komast hjá. Þannig að við erum ekki hætt að reyna það. Og get ég nefnt eins og Kringlumýrarbrautina við göngubrúna yfir Fossvoginn og Reykjanesbrautina við Smáralind og Lindir og Korputún og Vífilsstaði og Vesturlandsveginn við Korputorg og Bauhaus. Þetta eru svona staðir þar sem að væri hægt að stoppa ef við fengjum að setja þar stoppistöðar. En það er annað líka sem við höfum haft miklar áhyggjur af og það er í rauninni aukin umferð. Þannig að við græðum það líka á því núna ef við fáum fleira fólk inn í strætó að þá fækkar vonandi bílum á vegunum og það er bara nákvæmlega eins og komum var inn á hér áðan að það er bara mjög dýrt að hafa strætisvagn fullan af fólki fastan í umferð. Það er kannski 80 manns sem eru á leiðinni eitthvað og vildu vera einhvers annars staðar að nýta tímann sinn en eru stopp af því að umferðin er það mikil. Og við höfum séð það á rannsóknum að það er eitt af því sem skiptir fólku mestu máli þegar það er að ákveða hvort það ætlar að nota strætó og hvort það ætlar að nota einkabíl, að það er að þú sért öruggur það að komast á réttum tíma. Það skiptir því að vel meira máli að strætisvagnin sé stundvís heldur en hann sé fljótur. Það bara að þú vitir hvenær þú ert komin á áfangastað og það auðvitað er eðlilegt, fólk þarf að vera komið mætt í vinnu, það þarf að vera mætt á leikskólann að sækja börnin eða er að fara eitthvað stefnumót eða út að borða eða eitthvað, það hendar þér kannski ekki að vera 20 mínútum og seint. Það hendar reyndar fastum. Og þá fer öryggið og það skiptir gríðarlega miklu máli. Og þess vegna eru þessar forgangsakreinar, þessi forgangsljós og borgarlínan, þetta getur allt saman komið til með að breyta þessu. En líka það bara að við einhvern veginn, ef við getum einhvern veginn komið því að strætó fái innan forgangu umferðinni sem að við teljum að eigi að fá. Hann fá að fara inn í umferðina eftir hann hefur stoppað á stoppistöð og annað slíkt. En við höfum ráðið til okkar, eins og ég byrjaði að segja við ráðum til okkar markaðsstjóra, ákváðum að innvista markaðsmálunum, þau höfðu verið útvistuð, þannig að það er ekki kostnaðaraukning, en það var ákveðin svona sóknarfæri sem við sáum. Það gæti verið gott að taka þetta inn og skoða
og það búið að greina sóknarfæri þjónustufyrirtækisins Strætó. Þið hafið eflaust séð það á strætisvögnunum nú Strætó auglýstur sem besta leiðin í happy hour eða besta leiðin í saumaklúbbin eða besta leiðin hérna á fótboltaleikinn. Eftir markaðsgreiningu þá var okkur talin trú það við hefðum efni á þessu. Þetta væri ódýr leið, þetta ódýrasta leiðin til þess að fara á milli staða. Þetta umhverfisvæn leið og við vinnum að því að gera Strætó þægilega leið. Við erum að endurskoða reglurnar það hvað má taka með sér í vagnin og það verður það bil þannig að það allt sem þú getur borið sjálfur sem þú mátt taka með þér. Það á þó ekki við eitthvað sem lifandi, við erum ekki ennþá komin svo langt, þá megir fara með gæludýrið þín með þér, en það eitthvað sem að ráðuneyti, umhverfisráðuneyti þarf að breyta reglugerð til þess. En að öðru leyti, það máttu taka með þér húsgagn ef þú getur haldið á því og setið með það í fanginu. Og kaffi ef þú ert með það í lokuðu íláti og slíkt. En auðvitað og höfða bara svolítið til almennar skynsemi og kurteisi fólks almennt í staðan fyrir að vera með langa listi yfir allt sem bannað. Okkur langar líka að efla að verði alltaf netið virki alltaf í vögnunum og það sé notalegt að vera og viðmótið sé jákvætt og höfum verið að vinna þjónustustefnu með starfsmönnum og viðskiptavinum Strætó. Við viljum líka gera kannanir meðal þeirra sem nota Strætó. Þar hefur eina hindrunin verið bara að safna netföngum þeirra sem fara í Strætó. Þannig að við erum að reyna að finna leið til þess, en hvað það sem að þeim finnst þægilegt og hvað það sem þeir myndi vilja gera til þess að það væri þægilegra og betra að ferðast með Strætó og hvað það sem skiptir máli þegar þú ert ákvað hvort þú ætlar að fara. Við höfum líka óskað eftir fulltrúum sveitarfélaganna til þess að koma saman og ákveða hvernig stoppistöðvarnar eiga að vera og þá bæði að hvernig aðgengi að stoppistöðum á að vera og hvernig þar eiga að vera, hvort það eigi að vera til dæmis hellir fyrir blinda allstaðar eða hvort það eigi að vera sumstaðar og hvernig útlitið eigi að vera. Og finnst þetta mikilvægt þannig að fólk upplifa að þetta sé eitt kerfi og myndum helst vilja merkja líka á leiðakerfinu hvar eru aðgengilega stoppistöðar fyrir fatlaða til dæmis eða aldraða. Þar sem að mér finnst mjög mikilvægt að þessi almenn Strætó sé fyrir alla, en við séum ekki einhvern veginn að setja fatlaði í sérbíla og aldraði í öðruvísi bíla og ófatlaði í þriðju tegundina bílum. Og það í gangi núna. Það eru auðvitað til margs konar alþjóðlegir staðlar, en það vandamáli er að þeir eru svo margir sem eru til, þannig að það þarf auðvitað einhvern veginn að samræma og sameinast einn. Við höfum líka markvisst verið að markaðssetja kort, árskort og nokkra mánaðakort og við höfum verið að setja þessi kort inn í appið því það auðvitað eitt, það hægt að gera frábæra þjónustu, frábært strætókerfi og beinlínukort og allt saman, en ef enginn veit af þessu og enginn fær þessar upplýsingar þá auðvitað nýtist það engum. Þannig að áhersla á upplýsingar og upplýsingagæði hefur verið svolítið mikil og við lánsum núna nýrri heimasíðu og appið í stöðugri þróun og nú eru komin þessi árskort og mánaðakort inn í appið. Þannig að fólk þarf ekki að fá þetta plastkort ef það kýs. Og það auðvitað bæði bara þægilegra og svo það líka umhverfisþáttur. Að við erum að reyna að fækka pappamiðum, fækka plasti, prenta sem minnst og að sem mest af upplýsingunum sé aðgengilegar á netinu. Og þú getur svolítið fundið út úr því sjálfur. Og við undirrituðum viljayfirlýsingu þarna vegna Parísarsáttmálans og við erum umhverfisvotta fyrirtæki og við erum markvisst að setja fyrirtækjunu markmið í umhverfismálum. Við fengum við vorum tilnefnd í fyrra til norrænu umhverfisverðlaunanna en vorum stolt að tapa fyrir Selinni Júl með appið sem að hjálpar fólki að finna mat sem að renna út svo hann renni ekki út í verslunum í Kaupmannahöfn. Þannig að það var bara því besta mál því við erum líka náttúrulega á móti matarsóun en það var hins vegar mikill heiður að vera tilnefndir til þessara verðlauna. Og það var bara af því að við minnkuðum í rauninni bæði plast og pappa það mikið með því að fólk fór í appið og við höldum utan þetta með grænu bókhaldi sem hægt að fylgjast með á heimasíðu Strætó. Við
Við höfum líka verið núna að kaupa rafmagnsvagna. Fyrstu rafmagnsvagnarnir munu koma núna í sumar og við erum búin að gera samning nýju rafmagnsvagna sem við munum taka í notkun, sem mjög mikið. Ef við berum okkur saman við sambærileg strætófyrirtæki á Norðurlöndunum, þá erum við að taka svolítið stórt skref og við vonum bara að það verði flott og það gangi vel. Með þessum 4 sem við munum taka í notkun núna, þá munum við minnka losun gróðurhúsalofttegunda 500 tonn á ári. Þannig að það munar minna og þetta mun líka skila sér inn í loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar og hinna sveitarfélagana. Þannig að við viljum bara sýna í verki þessa skuldbindingu Strætós sem fyrirtækis í eigu sveitarfélagana okkur skuldbindingu í það að vera alvöru umhverfisvænt fyrirtæki. Við erum líka að reyna að auka upplýsingar allt. Við erum að setja upp núna rafrænt talningakerfi í 20 vagna. Það komið upp í 20 vagna, okkur langar að setja því fleiri. Þannig að við getum alltaf fylgst með í rauntíma hvað eru margir í strætó og hvar þeir eru. Hvar þeir koma inn og hvar þeir fara út. Ég get alveg séð fyrir mér að þetta verði síðan upplýsingar sem verði bara aðgengilegar á heimasíðunni fyrir þá sem hafa áhuga á því. Við höfum verið í rauninni að reyna að bæta allar upplýsingar, bæði út á við og inn á við. Þannig að það er líka búið að bæta mjög mikið tæknikost strætó til þess að veita sveitarfélögunum upplýsingar. Þannig að sveitarfélögun vilja breyta einhverjum leiðum eða bæta við leiðum eða hætta með einhverju leið, að það fáa þau svolítið hratt og örugglega upplýsingar hvað það kostar og hvað það þýðir og hversu margir íbúar búa þá í radíus út frá stoppistöðum eða leguleiðar og annað slíkt. Og þetta sáum við nú meðal annars þegar fyrirspurn kom frá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur kvöld- og næturstrætó. Við gátum svarað því nokkuð fljótt og vel hvað það myndi kosta. Og það svona þróun sem að við erum svolítið spennt fyrir. Líka út frá því að gera strætó að raunhæfum kosti fyrir alla. Og ég hef heyrt í mikið af fólki núna sem bara að vinna niður í bæ og þegar vinnan þeirra búin þá strætó hættur að ganga. Og það þýðir það að ef þú ætlar að vinna niður í bæ eða ætlar að vinna einhvers staðar svona lengi kvöldina þá verður líklega leigubíl. Nema þú vinnur hjá ríkisfyrirtæki mér sagt því þá ferðu leigubíl heim. Þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu. Þetta eitthvað sem í skoðun umhverfis- og skipulagssviði og kostar auðvitað mikla peninga og annað. Þannig að það þyrfti að skoða það allt saman betur. En ég held almennt ef við getum einhvern veginn sameinast það að tala vel almenningssamgöngur. Þetta bara leið fyrir okkur mörg að ferðast saman. Einhver skoraði á mig í hádeginu að segja frá því að hann tvisvar orðið ástfanginn í strætó. Það margt sem gerist í strætó og fólk kynnist og þú hittir alls konar fólk og ég var reyndar aldrei orðið ástfanginn í strætó og þá hef ég lent í ýmsu og mæli alveg með þessu. Maður kynnist nágrannum sínum og þetta oft mjög þægileg leið til þess að ferðast. Við erum svolítið stolt af því í Reykjavík að við höfum ákveðið að fötluð ungmenni sem eru með heimild til þess að ferðast með ferðaþjónustu fatlaðra, þau fá strætókort. Þannig að þau geta valið að fara í strætó ef þau vilja umfram ferðaþjónustu fatlaðra. Og þetta eitthvað sem ég veit að Hafnarfjörður að taka upp líka og fleiri sveitarfélög. Og þarna sjáum við tækifæri einhvern veginn í að reyna að leiða fólk frekar í almenna kerfi því þar miklu meira frelsi. Þú getur alveg ákveðið bara hér og nú að þú ætlar að taka strætó eftir korter. Þú ert ekki að panta með einhverju 2 tíma fyrirvara og þú getur í rauninni öðlast miklu meiri lífsgæði heldur en ef þú ert alltaf að nota ferðaþjónustu fyrir fatlaða eða ferðaþjónustu fyrir aldraða. Þannig að ég held að það margt svona sem við getum gert og ég hef séð að í Vestur Svíþjóð þá þetta í rauninni bara standard. Það fá bara allir sem eru í ferðaþjónustu fatlaðra fá líka kort í almenna strætisvagna og eru hvattir til þess að nota þá alltaf þegar þeir geta þó þeir geti það ekki stundum. Og það getur bara verið að þegar það hálka þá vilja þeir ekki gera það því þá eru þeir kannski í þannig stóla að það hentar ekki en
en kannski geta tekið almennar samgöngur í 60% tilfella en 40% ekki, en við erum einhvern veginn svolítið mikið svona annað hvort ertu hér eða þá að þú ert hér. Þannig að meiri sveigjanleika. Annars væri bara mjög skemmtilegt ef að þið eru að velta einhverju fyrir ykkur varðandi almenningssamgöngur, að fá einhverja spurningar. Forseti er alltaf að kalla eftir því að hér eigi sér stað meira samtal í þessum sal og ég er algjörlega sammála því. Það er mjög margt sem er að gerast og ég held að við sem erum hér í þessum sal, við getum líka gert mjög margt til þess að bæði tala upp strætó og nota strætó og vera góðar fyrirmyndir. Af því að það skiptir máli bæði fyrir samfélagi okkar og veginn okkar og umhverfið og bara öryggi fólks að allir noti strætó og strætó séu öflug leið til þess að komast á milli staða. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir afmælisbarn og borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Það koma upp í andsvör. Var eiginlega of seint, en já, skal forseti leyfir það í tilefni afmælisdagsins. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur beðið að koma upp í andsvör. Við ræðum borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar. Það er bara að óska borgarfulltrúum Heiðu Björgu Hilmisdóttur til hamingju með afmælið sem er í dag og þakka henni fyrir góða ræðu og þeim báðum líka Hjálmari Sveinssyni sem hélt hérna ágætis ræðu áðan. Mér langar að spyrja þau bæði, komið þau í strætó á fundinn? Þá er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að koma upp í andsvör og andsvari svarar Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, bara fín spurning. Ég reyndar fekk far á fundin, en ég fer heim í strætó. Þá er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Andsvarum er lokið og næstur tekur til máls Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Forseti og góðir borgarfulltrúar, það er svo sem að nóg að taka þegar við ræðum samgöngumál og malbikun í borginni. Já, bara almennt samgöngumál, það er af svo ótrúlega mörg að taka. Við vorum á þingmannafundi í gær, það sem var mjög áhugaverð umræða hvað væri framundan í samgöngumálum. Góð umræða fannst mér borgarlínu, hvers má vænta af sjálfkeyrandi bílum og hvað er framundan í þessu. Ég held að það sé nú nokkuð þokkaleg samstaða milli meiri og minnihluta og allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu bæði hvað varðar þætti svæðisskipulagsins og svo það hvað við sjáum fyrir okkur með þróun á almenningssamgönguna. Það segir til dæmis í stefnu okkar flokks, Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar að fjölga beri forgangsveginum fyrir strætó. Það stendur beinlínis í stefnunni. Og þær hugmyndir sem borgarlínu eru bara mjög mikilvægt innlegg í það að taka frá svæði fyrir samgöngur, almenningssamgöngur. Mér finnst það mjög merkilega tölur þegar við tölum það að 35 til 40.000 einstaklingar farið með strætó á hverjum einasta sólarhring til og frá vinnu, skóla og hvaða nú allt heitir hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og við getum rétt ímyndað okkur það hvaða áhrif það hefði ef allt það fólk þyrfti líka að vera í bílum. Við höfum líka ekkert verið sammála allt í samgöngumálum og við til dæmis hraðaskýrslan svokallaða sem var afgreidd úr umhverfis- og skipulagsráði daginn. Þar náðum við saman mjög mikilvæga þætti eins og að hraða í íbúagötum, að taka niður hraða í 30 mjög víða. Lækjargata er til dæmis dæmi slíka götu, þar sem við erum sammála það sé rétt að vera með 30 km hraða. Það er svo gríðarlega mikið samspil
umferðar, bílaumferðar og gangandi við Lækjargötuna. Það er engin ástæða til þess að vera með svona mikið hraða þar. Við höfum hins vegar ekki náð saman hraða á stofnbrautum eins og Sæbraut, Miklabraut og Hringbraut vestan Njarðargötu. Það sem eru hugmyndir að taka hraða niður í 40. Og þar teljum við að það sé bara ákveðin hætta á því að ef það á að taka hraðan svona mikið á stofnbrautum niður, að þá færist jafnvel einhvað af umferðinni yfir í aðra götur og það er ekki til bóta. Við teljum að halda óbreyttum hraða á stofnbrautum, hann sé ekki það mikill og við eigum frekar að einbeita okkur að þessum ljósastýrðu gatnamótum sem eru svo víða, bæði ljósastýrðu gatnamótunum og svo auðvitað þar sem við erum með á sem stofnbrautum gönguljós. Og þegar maður skoðar slysakort umferðarstofu, þá er alveg sláandi hversu mikið af þessum slysum verður á sem ljósastýrðu gatnamótum. Umræðan hefur hins vegar verið svolítið í þá áttina að fjölga ljósastýrðum gatnamótum. Það hefur til dæmis verið umræða í þá áttina að hringtorg séu alveg ómöguleg. Þau séu ágætt fyrir bíla en ómöguleg fyrir gangandi vegfarendur. Og ég velti oft fyrir mig þegar ég fer inn í þau hringtorg sem eru hér í borginni, hvort að við ættum ekki að reyna að gera bara betur gagnvart gangandi vegfarendurum á þeim. Það er ekkit voðalega áberandi að þú eigir rétt á að ganga yfir. Og það er bara mjög víða hér í borginni sem er ekki merktar gangbrautir. Það er bara mjög víða. Og ef það væri gert miklu betur í því að gera hringtorg eða umhverfi hringtorga betur aðgengilega fyrir gangandi vegfarendur, þá held ég að það væri mjög til bóta. Mér finnst mjög áhugavert að sjá það að borgaryfirvöld í París séu núna að vinna að því verkefni að fækka umferðarljósum í borginni til að fækka umferðarslysum. Og það munu vera 30.000 umferðarljós í París og á þeim verði 10.000 umferðaróhöpp á ári og þar á þessum ljósastýrðu gatnamótum í París 150 dauðsföll. Við höfum mjög oft talað það að við ættum að leggja áherslu á það að fækka eins mikið og við getum þessum ljósum það sem að gangandi vegfarendur, þessum gönguljósum, og vera frekar með undirgöng eða brýr, helst brýr auðvitað því að undirgöng eru koma inn á annað sem að snýra stefnu borgarna og það eru þetta bara öryggi og öryggistilfinning í borgum. Við vitum að börn, sérstaklega börn og konur eru ekki hrifin að þeir nota undirgöng og alls ekki undirgöng sem sést ekki gegnum eins og undirgöngin við Lönguhlíðina undir Miklubrautina. Þannig að það eru mörg að hyggja og það eru margir skólar í þessu og mér finnst meirihlutin ekki vera á réttri leið varðandi þessar hugmyndir stofnbrautirnar okkar. Og mér finnst að við eigum að einbeita okkur miklu meira að því að setja upp göngubrýr og þess áttar fyrir gangandi vegfarendur. Mér langar aðeins að tala um strætó, en fyrst ætla ég aðeins að tala um malbikunarframkvæmdirnar. Og skrifstofaframkvæmd og viðhalds hefur alltaf reglulega gert okkur grein fyrir því hvernig staðan er og ég hef svona jafnóðum tekið þetta saman bara í svona skjal til þess að átta mig á því hver staðan er og einhvern tíma var svo viðmiðun að það yrði að lágmarki að malbika í Reykjavík að minnstakosti 15 km. En það hefur ekki náðst núna ár eftir ár. Það næst síðast 2008 þegar það malbikaði 17,3 km. Þannig að þegar maður horfir á þetta núna þá er vöntunin einhvað milli 50 og 60 km. Af því að 2010 er malbikaðar 11,8, 2011 10,7, 11,5, 9, 8,9 og svo framvegis. Þannig að vöntunin er orðin einhvers staðar milli 50 og 60 km. Þannig að það átak sem á að fara í á þessu ári, sem er mjög mikilvægt, það varla nægir til þess að vinna bara upp þessa vöntun sem hefur orðið síðan 2010.
Þannig að væntanlega og vonandi komist það þá fyrir svona helstu skemmdir á malbiki en svo þarf í þessu að ef að þessar tölur réttar sem við höfum fengið sér viðmiðunartölur frá skrifstofu framkvæmda og viðhalds að þá þurfum við að lágmarki að malbika 15 km. Það er auðvitað bara töluvert mikið. Þannig að við þurfum að lágmarki að malbika 15 km á ári og við þurfum að vinna upp einhvers staðar milli 50 og 60 km vöntun sem hefur orðið frá því að það var síðast malbikað yfir 15 km en það var 2008 og 2009 17,3. Nú svo hérna aðeins aftur að samgöngumálunum eða það er að segja akstrinum. Ég held að við ræddum þetta aðeins ég og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson í þætti á sunnudaginn það sem að við vorum að tala um byggingar eða ekki byggingar í Úlfarsárdal. Það er ákveðin þversögn í því sem að meirihlutin hefur sagt umferðarmálin í þessu. Annars vegar það að hefur borgarstjóri sagt að það sé ekki rétt að hafa þétta byggð þarna svona austarlega í borginni meðal annars út af umferðarmálunum. Ég tel nú að svari við því sé náttúrulega, það sé svo mörg svör við því. Fyrsta svari er auðvitað alveg gríðarlegur skortur á lóðum. Og hitt svarið auðvitað við því er það að við hljótum að trúa því að við ætlum að gera byltingu í almenningssamgöngum. Þannig að það verður auðvitað að koma fólki á milli. En þversögnin er auðvitað fólkin í því leið og borgarstjóri sagði þetta hér á síðasta borgarstjórnarfundi að þá hvatti hann önnur sveitarfélög og það hlýtur að vera meðal annars Mosfellsbær til þess að gera betur í því að byggja. Koma í þetta verkefni við borginni held ég að borgarstjóri hafa sagt efnislega. Það er auðvitað alveg sama umferðin sko. Það eru auðvitað bílar sem að keyra líka Ártúnsbrekkuna og þurfa að nota þessi samgöngumannvirki. Því að það er nú bara þannig að okkur hefur ekki tekist að koma stóru vinnustöðunum okkar nógu austarlega í borginni. Við þurfum að gera meira af því. Þannig að það hvort það er byggt í Úlfarsárdal eða Mosfellsbæ, það er svolítið þversögn í því að annars vegar vilja ekki byggja í Úlfarsárdal, neitt að ráði, en hins vegar vilja Mosfellsbær byggja alveg helling. Og við erum bara einfaldlega í þeirri stöðu að við þurfum að taka á umferðarmálunum og við þurfum að taka á húsnæðismálunum. Þéttingarverkefnin duga ekki til, það er náttúrulega alveg ljóst. En við höldum áfram að styðja þéttingarverkefnin, ekki reyna að tala þannig hér og eftir í umræðum að ég hafi eitthvað að tala gegn þéttingu byggðar. Bara svona að það sé sagt. Ég frábið mér þeirri útúrsnúningsumræðu. Að lokum þetta, því að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi og stjórnarformaður Strætó var hér að tala um Strætó og þá langar mig að taka undir það. Mér finnst margt jákvætt hafa gerst hjá Strætó. Mér finnst, það er allt annað að nota Strætó í dag heldur en var fyrir nokkrum árum. Þetta app er algjör snilld og svona notkunarmöguleikarnir og notkunaraðgengið fyrir þá sem að geta nota þetta app eru þetta mjög miklir orðnir og bara hvernig Strætó er orðina innan, þetta er orðin meira svona eins og að vera, eins og var það erlendis þegar maður veit hvað næsta stöð heitir og allt þetta. Þetta er auðvitað notkunarlega séð er þetta orðið miklu auðveldara. Ég nota ekki Strætó oft en alltaf af og til. Og ég held að við hljótum að vera sammála það að það sé hægt að gera enn betur þarna og það þarf að fylgjast að betri nýting Strætó, meiri möguleikar á að nota og aukin byggð, til dæmis í Úlfarsárdal, sem að styður við það sem að okkur vantar svo gríðarlega hér í borgina, sennilega 4.000 íbúðir í dag og svo 1.000 íbúðir á ári, já, að minnstakosti aðalskipulagstímabili til 2030. Þannig að það er heldur betur verk að vinna og lausnin er ágæti meirihluti, ekki eingöngu fólkin í þéttingu byggðar. Það er bara alveg ljóst þegar maður fer í gegnum tölurnar. Bæði er það of dýrt, það gengur of hægt og það svarar ekki þeirri þörf sem að við erum í. En þetta átti víst að vera umferðarmálin en þetta tengir svona saman út af því
að ég tel að almenningssamgöngur séu svarið við þessu. Þá Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur beðið að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að gera athugasemd þrennt. Fyrst ætla ég að gera athugasemd villandi málflutning borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar sem að talar það að skýrslan umferðarhraðann fjalli stoppvegi. Þetta villandi málflutningur vegna þess að það aðeins lagt til að á örlitlum hluta hringbrautar, gömlu hringbrautar, verði hraðinn lækkaður úr 50-40. Við vitum þá að Halldór Halldórsson vill ekki lækka hraðann þar úr 50-40 þó að íbúar þar hafi nánast grátbeðið það. Og sama sem sagt á við Miklubraut vestan Kringlumýrarbrautar og Sæbraut vestan Kringlumýrarbrautar. Þannig að sem sagt borgarfulltrúinn að bjaga umræðuna með því að fullyrða það að lækka hraðann á stoppbrautum almennt í borginni. Númer 2, þá skil ég ekki málflutning sjálfstæðismanna í Úlfarsárdalnum árið 2008 held ég að verið að þá tóku þeir deiliskipulagið sem að þar var, það var gert alveg fyrir 905 íbúðum, sjálfstæðismenn fækkuðu íbúðunum í 695, þeir fækkuðu 200 íbúðir. Nú róanlega með það að það eiga að fjölga íbúðunum 500. Þetta furðulegur málflutningur. Svo hinn furðulega spurning strætó, nei ég kom ekki á strætó, ég notaði reiðskjóta postulana og hvað ætlar borgarfulltrúinn eiginlega að fá fram við svona spurningu? Má fólk ekki tala strætó nema að komi á borgarstjórnarfundin á strætó? Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og andsvari svarar borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Ég ætla að minna borgarfulltrúi að nota fullt nafn og titil þegar þeir ávarpa borgarfulltrúi í salnum. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það hefur væntanlega verið borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir sem þú varst að vitna, sem borgarfulltrúin var að vitna til. Ég held að við megum öll bara koma eins og við sjálfstæðismenn erum allan mjög hlynntir að fólk bara geti valið hvernig það kemur. Ég get alveg sagt ykkur það að ég kem oftast gangandi á borgarstjórnarfund en ég kom á bílnum núna. Ég hef eiginlega bara ekkert hjólað á af undanförnu. Ég skil ekki hvernig stendur á því, eins og veturinn nú búin að vera vænn fyrir hjólreiðar. En aðeins bara, það má þetta segja það varðandi strætó og ég held að sé formaður íbúasamtakanna í Úlfarsárdal sem setti það fram og við vitum það, hefur líka verið í umræðinu, við höfum rætt að sko þegar til þess að vera ákveðið að minnka Úlfarsárdalshverfið að þá versnaði þjónusta strætó við kerfið. Það var felld út leiðið milli Úlfarsárdals, Grafarholts og Árbæjarhverfis, þar sem þjónustumiðstöðin staðsett og heilsugæslustöðin, þannig að það erfiðara að sækja þjónustu milli hverfanna. Þetta er auðvitað alltaf lítil notkun eða hvað, eða mun hún vaksa. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt að til dæmis þessi leið var mjög mikilvægt. En aðeins bara sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á, ég ekki að reyna að afvegaleiða umræðuna, ég tók mjög skýrt fram, ég sagði hringbraut vestan Njarðargötu og þetta eru auðvitað stoppleiðir. Þetta heitir Nesbraut hjá Vegagerðinni, öll leiðin að austan og vestur á Seltjarnarnes. Þetta eru auðvitað flutningsleið og hvaða svör höfum við sjálfstæðismenn verið með við þessu? Við höfum verið með það að við viljum tryggja öryggi vegfarenda með göngubrúm og slíkum leiðum. En við höfum ekki verið sannfærðir það að það skili nokkrum einasta árangri að vera að taka niður umferðarhraðann þarna. Varðandi Úlfarsárdalinn þá bara get ég hreinlega ekki borið ábyrgð á því sem að sjálfstæðismenn voru að gera hérna 2008. Bara alls ekki. Hvort minnkuðu hverfið eða ekki, þá var það bara ekkert rétt ákvörðun. Við sjáum það núna. Það getur vel verið að vera rétt ákvörðun á þeim tíma. En við höfum margoft bent á það að þurfi að bæta þarna við. Og stöndum alveg við það, alveg án tillits hvað sjálfstæðismenn ákváðu árið 2008, skiptir engu máli. Þá Halldór Halldórsson lokið við að svara andsvari, Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvarinu telst lokið. Forseti vill koma því frá sér að hann kom á hjóli á borgarstjórnarfundin. Næstur tekur til máls borgarstjóri? Nei. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Alltaf örugglega saman.
Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Kannski bara rétt að í framhaldi af síðustu umræðu ég kom á bíl á fundinn úr Breiðholtinu. Snævi þögtum bíl. En hér er ég komin upp að í umræðu svartíma á fyrirspurnum og tillögum í borgarráði. Og mér langar að byrja á því að útskýra af hverju við Framsóknarflugvöllurinn veljum að taka þetta mál hérna upp í borgarstjórn fyrir opnum dyrum en ekki kannski beint inn í borgarráði. Og ástæðan þess er svo að borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverki gegna. Fyrirgefðu borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Þú ert líklega að komin strax í annan lið. Já! Erum við ekki komin í annan lið? Já, en forseti hefur ekki tilkynnt að við höfum hafið annan lið á dagskrárfundi. Ég er líka lasin, þannig að þetta kannski bara afsakast af þessu. Við bara fyrirgefum allt, en langaðu að taka til máls samgöngur og málefnaframkvæmdir í Reykjavík. Nei, ég var ekki Augnablik, enginn hefur hvatt sér hljóðs. Jú, borgarstjóri hefur hvatt sér hljóðs. Já, við tökum þá annan lið næst. Þá er borgarstjóri næstur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Jafn illa og mér við það að trufla umræður sein svör við fyrirspurnum að þá ætla ég örlítið að leggja orð í belg varðandi samgöngur vegna þess að mjög margt að gerast. Mér langar til að nefna 10 punkta. Í fyrsta lagi hér var nefnt malbik. Við eftir kortlagningu á því hvað þyrfti til næstu 5 ára þá voru settir fjármunir til þess að mæta því. Punktur. Það þarf kannski ekki að segja meira nema það að við höfum fengið Vegagerðina og Garðabæ til samstarfs í þessu, líka til þess að fara við þær fjölmörgu ábendingar hvernig lagnirnar eru lagðar út og alls konar hluti sem að snúað endurgum malbik sem hafa vaknað í umræðunni undanfarna vetur. Þannig að stór átak í malbikun er framundan. Í öðru lagi, við erum að bæta í hjólreiðaáætlun. Þar er verið að stíga mjög stór skref og ég bind vonir við það að umhverfis- og skipulagssvið sé að hugsa núna til fleiri ára en ekki bara hanna 1 ár í senn. Þannig að við sjáum þetta heildstæða net skýrar fyrir okkur og fyrr en áður var ráð fyrir gert. Í þriðja lagi, strætó er að auka tíðni. Það er líka verið að ræða hvernig við ætlum að hafa leiðakerfi til framtíðar og það tengist hugmyndum borgarlínu. Forgangur strætóumferðinni er algjört lykilatriði ásamt aukinni tíðni og við gerum ráð fyrir því að taka stór skref þar bæði í Miklubraut við Klambratún, Miklubraut við Rauðagerði í sumar. Í fjórða lagi, borgarlínan sem var mikið rædd á fundi með þingmönnum í gær er mjög mikilvæg og kannski ef að hætta að gera eins og ég gerir rétt áðan og tala hugmyndin borgarlínu, heldur tala þessa framkvæmd og hvernig við vinnum að henni og árið í ár er lykilár og ég tek undir með borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að það var gríðarlega gott að heyra þá breiðu og þverpólitísku samstöðu sem var í umræðunum milli borgarfulltrúa og þingmanna í Höfða í gær þetta. Í 5. lagi þá erum við að vinna mjög náið með Vegagerðina á grundvelli nýs svæðisskipulags. Við erum að greina öll lykil gatnamót á höfuðborgarsvæðinu til þess að átta okkur á álaginu þar, hvort það sé einhvers staðar flöskuhálsar sem eru óþarfir og hægt að greiða fyrir umferð á og hvað er hægt að leggja endanlega til hliðar hugmyndir mistað gatnamót. Innan Reykjavíkur er verið að herma 37 gatnamót í þessu verkefni og þessi rýni mun líka liggja fyrir nú á vormánuðum. Í 7. lagi þá er verið að leggja áherslu á aðstæður fyrir gangandi en ekki bara hjólandi í öllu nýju deiliskipulagi og öllu skipulagi í borginni. Þessi áhersla lætur kannski lítið yfir sér en mun hafa kannski einhver mestu áhrifin á borgarumhverfið þegar til framtíðar er litið smám saman. Í 7. lagi þá fékk Orka náttúrunnar á Reykjavíkurborg styrkur orkusjóði fyrir orkuskipti í samgöngum að fjölga hraðhleðslustöðvum og hugsa þetta heildstætt. Og við erum að tala að á þessu ári verði boðin út uppsetning á 60 hleðslustæðum í miðborginni.
og svona aðeins stærra svæði út frá miðborginni en áður hefur verið gert. Í 8. lagi, og þetta skiptir miklu máli, að þá sögðum við í loftslagsáætluninni ekki bara ef við ætluðum að leggja áherslu á þéttingu byggðar og fjölbreyttari ferðamáta, heldur líka að starfsfólkið okkar, vegna þess að við erum einn af stóru vinnuveitendunum í borginni, gæti fengið hvata til þess að koma á annan hátt en á einkabíl í vinnuna, og við ætlum okkur að leggja fram tillögu fyrir haustið samgöngusamninga starfsfólks borgarinnar. Í 9. lagi munum við eiga fundi með stærstu vinnustöðunum sem eru háskólarnir og spítalinn það hvað þau geta gert til þess að tempra álagstoppana í umferðinni. Gríðarlega mikilvægt mál, mikið verið talað um þetta, en við höfum kannski ekki verið eins praktísk í framkvæmdunum við gætum verið. Það er ennþá mjög margir að koma á sama tíma til þessara stóru vinnustaða. Og í 10. lagi að þá þurfum við að hugsa ferðaþjónustuna. Við þurfum að hugsa rútur, við þurfum að hugsa bílaleigubíla, sérstaklega bílaleigubíla á nöglum sem við sjáum hvarvetna núna. Við þurfum að stýra rútuumferðinni, við þurfum að velta fyrir okkur hvernig við getum stuðlað að því að minna þessum bílaleigubílum séu á nöglum eða ég vil bara minna þessum bílaleigubílum séu í umferðinni. Vegna þess að þeir sem líða fyrir það ryk sem að naglarnir þyrla upp eru leikskólabörn, aðrir sem nota útivistarsvæðin í grennd við stóru umferðaræðar, grunnskólabörn og allir aðrir vegfarendur. Þannig að þetta eru 10 punktar til marks það að það er mjög mikið að gerast í samgöngumálum. Stóra málið er kannski þetta. Við höfum skýra valkosti í skipulagsmálum borgarinnar. Við getum þétt byggð eða þétt umferð. Ef við þéttum ekki byggð, þá byggjum við upp á svæðum sem hafa það í för með sér að við þéttum umferð á þessum stóru stofnæðum. Þannig að þeim sem finnst umferðin vera orðin of þétt, þeir ættu að styðja þéttingu byggðar hvað mest. Þétting byggðar er nefnilega leiðin til að létta á umferðinni. Langstærsta einstaka skrefið án auk fjölbreyttari ferðamáta, auk borgarlínu, auk allra þeirra annara verkefna sem við erum að vinna. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við borgarstjóra. Hann hefur óskað eftir því að vera settur á mælendaskrá og hann er því næstur. Og hann tekur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er mjög þarft mál að ræða samgöngur og malbikunar framkvæmdir í Reykjavík vegna þess að þessi mál gætu svo sannarlega verið í betra lagi heldur en þau eru núna. Halldór Halldórsson borgarfulltrúi fór yfir það hérna áðan hvernig væri með malbikunar framkvæmdir og að það að menn sé að spýta í núna náttúrulega eftir mikla gagnrýni undanfarinna ára yfir það að þar hafi slælega verið haldið að málum. Það er ágætt í sjálfu sér að menn sé að taka sig á, en það er þó bara enn verið að vinna upp ákveðna vanrækslu sem hefur átt sér stað í þessum málum í mörg ár. Vissulega var það þannig að í kjölfar hrunsins þá var skorið niður til malbikunarframkvæmd í Reykjavík og okkur var sagt það að borgarfulltrúum að það var í lagi að gera það. Kerfið þyldi það í svona 2-3 ár meðan menn væru nauðbeygðir til að spara sem mest, en síðan yrðu menn líka þá að spýta í og auka framlögin að nýju eftir 2-3 ár ef að menn ætluðu að viðhalda gæðum kerfisins, og það hefur ekki verið gert og það hafa allir borgarfulltrúar séð og borgarbúar og er alveg bara viðurkennt að það fór of lítið fé í þetta árum saman og þess vegna er gatnakerfið í Reykjavík alls ekki í eins góðu lagi og það þyrfti að vera, en vonandi auðvitað nýtist
nýtist til dæmis þetta ár vel þá til þess að bæta úr og koma kerfinu í svona aðeins betra horf. Nú vissulega er unnið með ýmsum hætti að samgöngumálum í borginni og margt gott gert. Það verður þó að segjast eins og að helstu forsvarsmenn þessa meirihluta, þeir virðast vera haldnir þráhyggju út af akstri einkabílsins svokallaða, sem þeim finnst vera hræðilegur og vilja beita flestum ráðum til þess að einhvern veginn stilla honum upp gegn öðrum kostum eins og almenningssamgöngum og þrengja einkabílinn sem mest þeir mega. Þetta er ekki rétt stefna. Við eigum hér í borginni að leyfa öllum samgöngukostum að njóta sín og vissulega er þarft að styrkja aðra samgöngukosti. Það þarf eins og allir vita að styrkja almenningssamgöngur. Við þurfum að styrkja og auka reiðhjólasamgöngur og við þurfum líka að bæta aðstæður gangandi vegfarenda. Og það er vonandi unnið að því, öllum með einhverjum hætti. Ég held að enginn neiti því að það hefur margt gott verið gert í málefnum reiðhjólasamgangna undanförnum árum. Ekki síst í kjölfar sérstaklega stefnu þau mál sem var samþykkt í mannrétt 2009 eða 10. Og almenningssamgöngur þarf að styrkja þar. Ég verð þó að segja að mér finnst svolítið, ég vara við því að of mikill bjartsýni varðandi borgarlínu, ef maður lítur á þetta verkefni sjálfur sér og ég tekka fram, ég samþykkti að ráðast í þetta verkefni, sem þann hluta borgarlínu sem snýst að skoðunni. Þó hef ég ákveðnar efasemdir það að það þurfi að fara í einhverja mikla skoðunar og rýni og stefnumótunar vinnu í því og velti fyrir mér af hverju ekki bara drífa menn ekki bara í því að bæta almenningssamgöngur. Hvernig stendur til dæmis á því að á sama tíma og verið að samþykkja og vinna að borgarlínu, þá verið að skerða almenningssamgöngur í austasta hluta Reykjavíkurborgar. Og þar á meðal við nýjasta hverfi Reykjavíkur sem fólk er óðum að flytja inn í. Hvaða skilaboð eru það til dæmis til þeirra sem eru núna að flytjast í Úlfarsárdal að leið og þeir flytja inn þá er að skerða strætisvagnasamgöngur við þetta hverfi? Hvaða skilaboð eru það? Var ekki einmitt þó að vagnin standi ekki vel undir sér? Ég held að sé bara ein leið í hverfinu sem stendur undir sér, svo að segja. Að þó að vagnin standi ekki undir sér að er ekki rétt að þreyja þorran á góðuna og halda upp í góðum strætisvagnasamgöngum við hverfið til þess að hvetja þá sem er að flytjast inn í það til þess að nota strætó. Sleppa því geta þá verið án bíls eða til dæmis fjölskylda sem væri 11 á 2 eða 3 bílum reyndi þá að komast að með 1 bíl. Þessu þurfum við að huga að og mér finnst undarlegt að heyra menn eins og reynda menn hérna vinstri sinna borgarfulltrúar sögðu árum saman þeir töluðu Reykjavíkur flugvöll og niðurlagningu hans sem einhverja fix ídeu sem myndi leysa öll samgöngumál í borginni, öll skipulagsmál í borginni, að það var hægt að redda þessu öllu með Reykjavíkur flugvölli, en þeim öllum fer nú fækkandi sem halda því fram. Við vitum að lífið er ekki svo einfalt. Mér finnst stundum sem borgarfulltrúi sem ég tali að þeir afsaka leið og þeir afsaka þurfa að afsaka það að almenningssamgöngukerfið virki ekki sem skyldi og þá vísa þeir inn í framtíð. Þeir segja já, það má alveg þetta sé ekki nógu gott sko. En við erum að gera, það eru svo frábæri hlutir fyrir að gerast í framtíðinni. Þá kemur borgarlína, kannski með sporvögnum eða léttlest og þá verður þetta allt alveg frábært sko. Eða einhverjum hraðvögnum, tala um hraðvagnar sko, ég efast að þessi vagnar sem kom í keyri eitthvað hraðar í vagnarnir núna og ef eru hraðvagnar þá kannski stoppar að fara í biðstöðum og sem hefur bæði kosti og galla í för með sér. En þegar maður lítur á þessa borgarlínu þá sér maður að sá hugmyndafræði sem er lögð þar til grundvallar er bara ágætt að mörgu leyti, snýst styrkingu almenningssamgangna sem allir borgarfulltrúar geta lagt nafn sitt við. En meginbreytingin er svo að það er talað í þessu grunnhugsunni, það er talað 2 samgönguása og í Reykjavík sem þá annar liggur eftir Miklubraut og sem sagt Hringbraut, Miklubraut, Vesturlandsvegi, hinn liggur eftir Suðurlandsbraut svipaða leið og
maður lítur á þetta, þá sér maður að þetta eru svipaðir samgönguásar og síðasta leiðakerfi Strætó sem gilti, ætlaði ekki verið tekið í notkun 1970 og það gilti til 2005, að það leiðakerfi byggði ekki síst á þessum tveimur samgönguásum. Það voru mjög öflugar ferðir eftir Miklubrautinni og eftir Suðurlandsbrautinni. Síðan þegar að nýtt leiðakerfi var tekið í notkun 2005, það var skiptur leiðakerfi Reykjavík einni nótt og nýtt kerfi tekið í notkun, þá var dregið úr tengingum, eða sem sagt dregið úr akstri á þessum svokölluðu samgönguásum, Miklubraut og Suðurlandsbraut, og það var ekki rétt ákvörðun. Þetta eitt af því sem við sjálfstæðismenn gerðum athugasemdir við á sínum tíma því við studdum ekki nýja kerfið. Svo rauninni bara, og ef menn muna það, þá þetta nýja kerfi sem það tekið upp, það vakti upp mikil mótmæli í borginni vegna þess að fólk gat ekki nota nýja kerfi eins og gamla. Það voru ýmsir gallar í nýja kerfinu. Þannig að bara nokkrum mánuðum eftir nýja kerfið að tekið í notkun, þá var að fara að stagbæta það. Þá var að fara að bæta inn leiðum til þess að koma til móts við raddir farþega, og auðvitað ekki gott að þurfa, við erum nýbúin að taka kerfið í notkun og þurfa að byrja að stagbæta það. Og ekkur styrking var, ef mann rétt, á Miklubraut og Suðurlandsbrautin ekki nægar. Og það sem að sér núna með þessari nýju borgarlínu, að mér sýnist að það að taka upp öflugar ferðir eftir þessum tveimur samgönguásum, Miklubraut og Suðurlandsbraut, enda hafa komið margar kvartanir í gegnum tíðina og ábendingur að það þurfi. Og þannig að mér sýnist að vera með því sé verið að hverfa til að breyttu breytanda, verið að hverfa til ákveðinnar hugsunar sem var í kerfinu frá 1970, sem bara hefur verið missing, eða svo má segja, frá 2005. Og það bara besta mál. Það bara mjög gott að styrkja kerfið með þeim hætti, en að tala að sé eitthvað ný hugsun í almenningssamgöngum og típist búa til eitthvað frasi kringu það held ég að þjóni ekki alveg umræðunni. Að vísu má segja að það ákveðnar hugmyndir sem eru bara fínar, sem eru í takt við það sem hefur verið að gerast, að reyna að marka sérstakar akstursbrautir fyrir þá Strætó með einhverjum hætti eða sporvagna, hvernig það þannig að hann komist óhindrað leiðar sinnar og geti farið eftir hraðar en umferðin. Það allt í góðu lagi og það bara þróun af vinnu sem hefur átt sér stað hérna síðustu 10 árin eða svo. En ég vona bara að komi góðir hlutir út úr þessari borgarlínu. Það svo sannarlega þörf á því að rýna almenningssamgöngur í Reykjavík til góðs og bæta þjónustuna. En ef ekki hefur aðra breytingar þessar sem sýnist í byrjun að gera, þá var ég kannski við ómikilli bjartsýni það að menn telji að þetta breyti forsendum almenningssamgangna og að allir þyrpist í Strætó við það eitt að það sé farið í þetta verkefni. Og ég hef miklu frekar velt því fyrir mér hvort að það þurfi að fara í eitthvað svona mikla vinnu. Maður sér þetta nokkurn veginn á borðinu hvaða hugmyndir eru í gangi og bendi hérna ágætu borgarfulltrúum í meirihlutanum á það að við þurfum ekkert að bíða einhver ár eftir því að hefja akstur samkvæmt þessum borgarlínu hugmyndum. Við getum bara strax á morgun eða í næsta mánuði eða sumar hafið akstur og styrt þessar leiðir, styrt þarna Miklubraut og Suðurlandsbraut og geti alveg trúa að það verði til góðs fyrir kerfið og við það myndi farþegum eitthvað fjölga. Ég veit ekki hvort það breyti forsendunum, en þetta myndi þá tvímælalaust bæta kerfið og stuðla að fjölgun farþega sem hefur verið allnokkur, skilst mér, síðasta ár. Þannig að, já, mér finnst meirihlutinn svolítið verið að vísa til einhverja frábæra framtíðar, nota borgarlínukonseptið sem einhverja svona afsökun fyrir því að tefja umbætur í almenningssamgöngum, 1 ár í viðbót, komast í gegnum næstu kosningar með því að segja já, þetta mætti vera betur en það bara svo frábær framtíðarsýn sem býður okkar. Síðan og stilla þess upp að þetta sé þið vitið, það sé annarkvort þétting byggðar, annarkvort förum við þéttingu byggðar eða lendum í stórkostlegum vandræðum. Ég held að þurfi ekkert að vera þannig. Allir flokkar hér í borgarstjórn eru hlynntir þéttingu byggðar, hún mjög góð í sjálfu sér og kemur fjölmörgu góðu til leiðar, en við erum bara að sjá það á hverjum degi að þétting byggðar, hún gengur ekki eins hratt eftir eins og við vildum
og þær íbúðir, við séum það nú að vera auglýsað til sölu íbúðir, nýjar íbúðir sem eru að koma í sölu vestur í bæ, þær eru mjög dýrar og ekki á færi venjulegs fólks sem ekki með þeim meiri tekjur eða þeim meiri eignir á bak við sig að kaupa þær. Og þá er auðvitað rétta leiðin til þess að rétta leiðin svo hefur verið gert hérna gegnum áratugina að bjóða nýjar og borgin leggst þetta mörgum til þess að bjóða nýjar og ódýrar íbúðir austast í borginni til þess að koma til móts við sem flesta. Og borgarstjóri talaði hér valkosti, ég bara tek undir það að við erum kannski ekki stórborg en við erum stærsta borg á Íslandi, við höfum marga valkosti og eigum bara að nýta þá flesta. Sumir vilja kaupa dýrt hérna vestur í bæ, aðrir vilja kaupa eins ódýrar miðsvæðis í borginni eða jafnvel enn ódýrar austar og við höfum bara koma til móts sem flest og borgin auðvitað ræður auðvitað vel við það að það sé byggðin sé bæði þétt og síðan sé boðið upp á fleiri nýjar íbúðir í eystri byggðum. En það var margt ágætt sem kom hérna fram varðandi það að styrkja kosti eins og reiðhjólaleiðirnar og gangandi vegfarendur og það eitt sem langast að kasta svona inn í umræðuna í því skyni. Ég held að sé mjög jákvætt að tala við stóra vinnustæði, beita sér fyrir því að borgarstarfsmenn þeir eigi auðvitað með að koma hjólandi eða í strætó til vinnu. Og einu velti fyrir mér þegar maður heimsækir skóla borgarinnar, þegar maður heimsækir þá sér maður að þar eru fjölmargir, það hefur aukist mjög mikið að fólk komi á reiðhjóli í skólan, bæði nemendur en ekki síður kennarar sem auðvitað sjá kennarar sem eru bara mjög margir mættir klukkan 8 og eru til 4, þetta er stór hópur. Þeir sjá auðvitað bara skynsemin í því að mæta hjólinu í skólan og láta hjóli bíða eftir sér í staðinn fyrir að mæta bíl í skólan og láta bílinn bíða eftir sér í 8 klukkutíma í bílastæði borgarinnar og það er ágætt. En ég hef stundum velti fyrir mér að við gætum gert meira fyrir þennan hóp og þá á ég við það að við þyrftum að huga að framtíðarlausnum til að skýla þessum hjólum fyrir og veðri og vindum. Það er ekkert að neita því að við búum hérna út í eyju, út í hafi á miklu lægða svæði og það myndi hvetja fólk til þess að fara að nota reiðhjól til að komast til og frá vinnu ef við myndum gera eins og sum fyrirtæki eru farin að gera. Bjóða hreinlega upp á aðstöðu til að geyma hjólin, þá minnst okkur til skýlaðin fyrir regni. Það er kannski erfitt að koma við í skólum borgarinnar að vera með innigeymslu eins og sum fyrirtæki hafa þó gert. En ég sé fyrir mér að það þyrfti ekki að vera erfitt að hanna einhverjar lausnir í samstarfi að láta arkitekta hanna þetta fyrir okkur. Lausnir sem myndi gera það að verkum að það væri hægt að geyma töluverðan fjölda hjóla við skólana og það myndi hvetja því að við vitum það sem notum hjól. Það er ekki það er ekkert gaman að horfa, kannski vera á vinnustað í 8 tíma, horfa hjólið sitt rigna niður fyrir utan og fara á blautu hjóli. Og það hefur verið sýnt fram á þetta erlendis að þar sem vinnuveitendur gefa kost á góðri geymslu þessara farakosta meðan að fólk er í vinnunni, að það stuðlar að því fjölgar. Á nokkrum stöðum hefur þetta verið gert en ég held að þeir staðir séu frekar fáir og væntanlega þarf þá viðkomandi yfirmaður að berjast fyrir því og ekki síst að fá fjárveitingu til þess. En ég sé fyrir mér að þetta sé eitthvað sem við getum lagt á okkur eitthvað til góðs í borgarstjórn og stuðlað að því að minnstu hvort í hönnun nýbygginga þegar þá sé þetta gert og með tiltölulega fyrirhafnarlitlum hætti sé þetta að gera þetta líka við eldri byggingar þannig að vel fari. Þá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson. Nei, það er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæri borgarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt að fara að fá að bregðast við þessari ræðu hvað varðar strætó. Það var svona mjög áhugaverð fullyrðing að strætósamgöngur hefði verið betri 1970 heldur en það eru núna. Þó ég í afmæli í dag og sé alveg þó nokkuð gömul, þá hef ég nú ekki aldur til þess að vita neitt það, en það má vel vera að það megi finna eitthvað út úr því á netinu, en ég ætla samt að leyfa mér fullyrða hér. Það var ekki allt betri í gamla daga og sumt er jafnvel miklu betra í dag,
og strætósamgöngur eru eitt af því sem er að þróast í mjög jákvæða átt. Fleiri og fleiri Reykvíkingar og höfuðborgarsvæðis búar eru að nota strætó á hverju ári og þær breytingar sem eru gerðar eru til þess að gera kerfið öflugra og færa leiðir nær fleira fólki og þær leiðir sem hafa verið, breytingar sem hafa verið gerðar eins og leið 26 sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að vitni á þannig að við hefum lagt niður. Þar getur fólk tekið aðra leiðir. Það þarf vissulega að skipta en þau komast samt á sama stað bara með því að taka 2 mismunandi vagna í staðinn fyrir 1 og niðurstaðan og þá getum við nýtt þá fjármuni betur þar sem að fleiri geta nýtt vagnin. Ég held að niðurstaðan af þessari breytingu hafa bara verið góð og það er ekki mikið það að fólk sjáu eftir þessari leið, allavega ekki hefur það komið til strætó. Og við erum að skoða að færa leið 6 sem gengur upp í Grafarvog á 10 mínútna tíðinni og það væri sannarlega samgöngubót fyrir austurhluta borgarinnar en sem er annars með nokkuð góða samgöngur og nokkuð góða strætósamgöngur almennt. Þannig að það er alls ekki þannig að vesturhluti borgarinnar sem er betri strætósamgöngur heldur austurhlutin, bara alls ekki. En það væri það skrítið. Það voru Heiða B. Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið ræðu sinni og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er smá misskilningur. Ég sagði ekki að það hefði allt verið betra hérna fyrir 1970 og það var svo sannarlega ekki allt betra í gamla daga. En ég var að vitna til þess að ég var að bera kerfið sem við búum núna við, rekum núna, sem var tekið í notkun 2005. Ég var að bera það saman við kerfið sem það tók við af. Gamla kerfið sem var í gildi cirka frá 1970 til 2005, kerfið sem var í gildi í 25 ár og mátti svo sannarlega alveg uppfæra og jafnvel skipta Og ég var bara að nefna að það má vel vera að það sé margt gott í nýja kerfinu en það voru ákveðnir þættir í gamla kerfinu sem voru betri í því heldur en í kerfinu sem tekið úr 2005 og enda urðu mikið mótmæli það nýja kerfi að tekið upp og það var síðan farið að svona búta sauma það sko í framhaldi og þá nefndi ég þessar leiðir bara en svo birtast þessi einkenni gamla kerfisins sem var mikil áhersla á Hringbraut, Miklubraut, Vesturlandsveg og svo Suðurlandsbrautina. Þeir ganga aftur og birtast koma núna nýju fram í þessum borgarlínu pælingum. Og það er alls ekki slæm afturganga sko. Sumar afturgöngur geta verið góðar og ég held að þessi góð afturganga í þeim skilningi. Að við viljum sjá styrking á þessu leiðum og bara endilega ráðast í það sem strax en ekki vera að bíða í nokkur ár eftir að komið þá fram eitthvað seinni undir einhverju borgarlínu. En ég er bara ánægður með að leið 6 sé að fara á 10 mínútna tíðni. Þakka bara Heiðu Björg borgarfulltrúa fyrir að beita sér í því máli. Ég veit að hún hefur komið nálægt því. En það er hins vegar staðreynd að þegar maður hittir til dæmis ungmennaráð, ég hef hitt öll ungmennaráð borgarinnar og þá var alveg áberandi hvað ungmennaráðin í austurhluta borgarinnar. Fyrsta mál á dagskrá, fyrsta sem ábendingar þau komið með voru að biðja betri almenningssamgöngur og þær ábendingar kom ekki fram í sterkum hætti í vesturhluta borgarinnar. Hvet bara borgarfulltrúann til að hitta ungmennaráðin og heyra sjálf hvaða ábendingar þau að færa strætómálin. Já, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita sitt andsvar og ansvari svarar Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég er bara mjög glöð að þetta var misskilningur. Ég held nefnilega að strætósamgöngunar séu stöðugt að þróast í rétta átt. Það eru sjálfsagt ekki alltaf teknar réttar ákvarðanir, það er þá hægt að lagfæra þær en ég held að þessi þróun núna í átt að borgarlínu og það var nákvæmlega það sem ég sagði að við ættum núna að fara að þróa samgöngurnar, strætókerfið núna eins og það er núna í þá átt að þegar að borgarlínan kemur og þá verði það ekki einhver stórkostleg breyting, heldur bara að þá verði sér akreinar fyrir strætó. Það hefur við ekki haft hingað til og ég held að það verði mikil samgöngubót. Svo er það bara almennt þannig að ungt fólk hefur mikinn áhuga á strætó. Það ferðast mest með strætó. Við erum að sjá aukningu á hverju ári samt 5–6% núna ár eftir ár í farþegum strætó sem er frábært. Ungt fólk er þó ennþá okkar stærstu viðskiptavinir og það er bara alla borg og ég held að það sé bara frábært og ég bara hlusta alltaf eftir slíkum ábendingum. Það er Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og andsvörum telst lokið og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi tekur næstu til máls.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langaði bara svona því ég svona var frummælandi og ætlaði að segja einhver orð. Ég veit ekki hvort það verður lokaorð í þessu, kemur bara í ljós, en kannski fyrst að það nú ánægilegt að heyra að svona stórum atriðum, stórum dráttum held ég að heyrist mér að allir séu svona sammála, en svona kannski ósammála aðferðir og leiðir og svona hversu stór skref eigi að taka í hvert sinn. Og og það má kannski orða þannig í sambandi við, og það ekkert óeðlilegt að það við blanda saman þétting byggðarinnar og samgöngumál, af því að þetta er næstum því sami hluturinn. Þétting byggðarinnar gengur svo mikið út á að stytta leiðir á milli manna og stytta leiðir á milli vinnustaðar og svefnstaðar og það er auðvitað fyrst og fremst samgöngumál. En það má kannski segja að í sambandi við þéttinguna að þá tel ég allavega þeir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem hér sé talað að það sé hægt að gera kannski bæði að þétta og að dreifa eitthvað. Við notum hugtakið dreifa yfir það að brjóta ný lönd fyrir utan byggðina. Undir kannski tiltölulega strjála byggð, allavega miðað við byggðina eins og hér í miðborginni, þar sem hún er víða alltaf 100 íbúðir á hektara. Sú tala er reyndar nefni ég hér vegna þess að í sumir sérfræðingar telja það að það sé mjög æskilegur þéttleiki til þess að ná öflugum og tíðum almenningssamgöngum. Allavega lágmarki þurfi þéttleikinn að vera 60 íbúðir á hektara. Að öðrum kosti sé tómt mál að tala öflugur og tíðar almenningssamgöngur. Og svo er augljóslega svona ágreiningur í sambandi við takmarkanir á bílaumferð, hraðatakmarkanir og kannski takmarkanir sem að felast í því að fækka akreinum fyrir bíla og breikka gangstéttar og leggja nýja hjólreiðastiga. Þrenging bílaumferðarinnar á þó sér ansi langa sögu og ég rækti það nú áðinu samt við 30 km hverfin og það má líka minna það að á sínum tíma var Skeiðavogurinn þrengdur úr 4 akreinum í 2. Ég man ekkert, veit ekki neitt hverjir voru þá meirihluti. En ég hef hins vegar talað við íbúa í Skeiðavoginum sem að segja að það hafi verið frábær aðgerð og meira segja þeir sem að skrifuðu greinar í blöðin það að það væri búið að eyðileggja Skeiðavoginn með þessu. Þeim myndi aldrei detta í hug að gera þetta aftur að 4 akreina tengibraut og var það ekki fyrrum borgarstjóri Ólafur F. Magnússon sem að stóð fyrir því að hluti af hálendisbraut var þrengdur vegna hörmulegra slysa sem að þar urðu. Og og raunar var það svo að því að umræðan svona, mér finnst ég leiðum bara orða, mér finnst svona fara út í einhverja bjögun þegar við erum að tala aðför að einkabílnum. Og mér langar að vitna með leyfi forseta í já, ég er ekki reyndar að vitna í texta, heldur bara eftir minni, þannig það kannski ekki að biðja forsetann leyfi. En sem sagt í þennan fund á Kjarvalsstöðum í síðustu viku, þar talaði fyrrum borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hann hélt þar eldræðu og hann sagði svona nokkurn veginn orðrétt, hér í Reykjavík hefur ekki verið í gangi aðför að einkabílnum, þvert á móti. Hér í Reykjavík hefur síðustu 60 árin verið aðför að öllum öðrum fararmótum. Aðför að gangandi vegfarendum, aðför að þeim sem að nota strætó og aðför að þeim sem að kjósa að fara á hjólum. Það var nú skoðun hans og hann rökstuddi þetta með fjölda látinna gangandi vegfarenda hörmulega aðstæðu fyrir hjólandi vegfarendur þangað til kannski fyrir svona 15-20 árum. Og síminnkandi alvöru áhuga skipulagsyfirvalda á að hafa hér öflugar almenningssamgöngur eins og sjá má í svæðisskipulögum og aðalskipulögum frá fyrri tíð. En það er líka ánægjulegt að margir og allir virðast telja að borgarlínan sé merkileg og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon má ekki taka það illa upp þó ég hef ekki alveg náð hver skoðun hans á því fyrirbæri af því að mér fannst hann telja að borgarlínan væri góð en samt væri kannski ekkit nauðsynleg.
En það afstæða, ég ætla ekki að hártoga það, en mér langar að því að það var fyrst, langar maður að nefna hér svona smá upplýsingar sem að bara svona innlegg í svona aktuell umræðu hér, nefnilega sem sagt árangur þess að byggja sífellt ný umferðarmannvirki til að anna sífellt aukinni bílaumferð og það með leyfi forseta þá það þannig að það nokkuð virt stofnun sem heitir Texas Transportation Institute sem gefur út hvert ár það sem við kalla Mobility Report, það að segja skýrslu umferð, umferðartafir og kostnaði þeim í borgum Bandaríkjanna. Og nýjasta skýrslan, sem sagt nýjasta Urban Mobility Report skýrslan frá 2015. Hún náði til alltaf 470 þéttbýlasvæða og sem sagt þar kemur fram mat á breytingum á tímabilinu frá 1982 til 2014. Helstu niðurstöður að meðaltöf hvers einstaklings á ári á annað tíma í umferðinni sem ferðast á einkabíl hefur farið úr 18 klukkustundum ári í 1982 í 42 klukkustundir 2014. Og þetta hefur gert þrátt fyrir að það hafi verið sem sagt byggð umfangsmikil mislæg gatnamót og bætt við akreinum. Og sem sagt umferðartafir hafa aukist stöðugt á 32 ára tímabili samkvæmt þessari skýrslu. Umferðartafir stóðu í stað á árunum 2007 til 2011 þegar efnahagslægðin skall á en hefur aukist aftur síðan frá þessum umferðartafirnar frá 2011. Og í þessum skýrslum má finna mjög margt fróðlegt en mér sýnist það nú skýrsluhöfundar að þeir séu ekki með einhverjar sérstakar skoðanir á því hvað ber að gera þeir einfaldlega taka saman, þeir mæla bara tíma og segja já, svona hefur þetta þróast. Umferðartafirnar hafa margfaldast á 30 ára tímabili. Og svo að lokum ætla ég nefna það að því að mér fannst borgarstjóri vera fljótur að hugsa á hann og búin að setja þetta upp í 10 punkta en það var eitt sem ég nefnilega kom ekki inn á hann að því að við erum í algjörlega breyttu landslagi með alla þessa 10 miljón ferðamenn eða hvað sem eru margir. Ríkjur en samt ekki mikla ríkjur að því að aukningin gríðarleg og þetta farið að hafa verulega áhrif á umferðinni í borginni. Íbúar í norðanverðu Skólavörðuholtinu kvarta yfir því að öll bílastæði eftir klukkan 18 sem við meirum eru fulla bílaleigubílum. Við höfum rætt áður að það ankannalegt að allir bílaleigubílarnir eru á nagladekkjum. Nagladekkin valda verulegu sliti á malbiki gatnanna. Ég hef nefnt áður að samgöngustjóri telur að kostnaður við slitið nemi svona sirka á bilinu 150 til 300 milljónir króna á ári og þessum kostnaði dent yfir okkur, alla borgarbúa, líka þá borgarbúa sem að kjósa nota ekki nagladekk eða kjósa jafnvel að vera ekkert að fara mikið á bíl. Og þetta tegundasósíalismi sem mér finnst fráleitt og ótrúlegt að að bílaleigur og ferðaþjónustan komist upp með það að láta borgarbúa borga brúsann. Og mér finnst þetta hljóta allir, við getum verið í einhverju svona pólitískri debatti gjöld og ekki gjöld, en ég hljóta allir að vera sammála það að þetta frekar glatað fyrirbæri, hvað sem hægt að gera í því. Og það rétt sem að kom fram líka hjá borgarstjóra að það núna hópur sem að skila, sem hefur verið að vinna í samráði við ferðaþjónustuna og talsmenn íbúðasamtaka leiðir til að koma böndum á rútuumferðina á miðborgarsvæðinu. Þannig að það að mörgu að hyggja, en já, ég ætlaði því mér fannst það flott, ég byrjaði þetta áðan að tala samgöngur og samfélag, en ég veit ekki alveg hvernig ég botna það, en þetta snýst samt það einhvern veginn, eitthvað sem að við eigum saman og við erum saman í þessu, borgarbúarnir, og þetta snýst tengsl okkar á milli og það þarf að vera í lagi. Þá hefur
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og umræðum telst lokið við þennan lið. Við göngum til annars liðar á